Nei, mig grunaði það. Þessa samkomu á Hvítasunnu-kirkjunni í Keflavík og við ætlum að byrja á að lofa Drottinn saman, síðan ætlar hann Snorri Óskarsson að tala til okkar hér Guðs orð í dag. Og við ætlum bara að byrja, hann Bersteinn ætlar að byrja á að syngja fyrir okkur eitt lag, Jesús er. Jesús er, Jesús er, með svarið á vörum sér. Hann er með lausnir á öllum málum, svo leggjum þau í hendur hans og lútum honum. Jesús er, Jesús er, hinn sanni og trúfasti, hans orð og viska eru byggð á bjargi, svo leggjum okkar traust á hann og fylgjum honum. Hann er svarið, já hann er lausnin, hann er svarið, já, hann er lausnin, hann er svarið við allri óreiðunni sem vélar oss af leið. Jesús er, Jesús er, með svarið á höndum sér. Hann er með lausnir á öllum málum, leggjum þau í hendur hans og lútum honum. Jesús er, Jesús er, hinn sanni og trúfasti, hans orð og viska eru byggð á bjargi, svo leggjum okkar traust á hann og fylgjum honum. Hann er svarið, hann er lausnin, hann er svarið, já hann er lausnin, hann er svarið við allri óreiðunni sem vélar oss af leið. Hann er svarið, já hann er lausnin, hann er svarið, hann er lausnin, já hann er svarið við allri óreiðunni sem vélar oss af leið. Jesús er. Næst ætlum við að syngja gamlan og fallegan sálm. Dag í senn, eitt andartak í einu, eilíf náð þín Faðir gefur mér.
mun ég þurfa þá að kvíða neinu, þegar Guð minn fyrir öllu sér. Hann sem miðlar mér af gæsku sinni, minna daga skammt af sæld og þraut, sér til þess að færanleg ég finni, fyrir skrefi hvert á lífs míns braut. Hann sem mér allar stundir nærri, á við hverjum vanda svar og ráð. Máttur hans allri hugsun hærri, heilög elska viska föður náð. Morgun dagsins þörf ég þekki eigin, það nóg að Drottinn segi mér. Náðin mín skal nægja hverjum degi, nú í dag ég stíg og hjálpa þér. Guð ég fæ af fyrirheitum þínum, frið og styrk sem ekkert huga má. Auk með trú og haltu huga mínum, helgum lífsins vegi þínum á. Svo að ég af hjarta þeli hreinu, hvað sem mætir geti átt með þér. Daginn hvern eitt andartak í einu, uns til þín í ljóssins heim ég fer. Hvað sem mætir geti átt með einu, hvað sem mætir geti átt með þér. Daginn hvern eitt andartak í einu, uns til þín í ljóssins heim ég fer. Amen. Já, bjóðum ykkur aftur velkomin á samkomu í Hvítasunnu-kirkjunni í Keflavík, og það eru víst fáir hér í dag, en ég vona að þið séu fleiri sem eru með okkur, eins og þegar Nehemía byggði múrana forðum, að þá voru þeir dreifðir, en verkið gekk samt mjög vel. Mér langar að lesa úr Sálmi 1, þar sem segir að sæll sá maður eigi fer að ráðum óguðlegra, eigi gengur á vegi syndaranna, eigi situr í hópi þeirra hafa Guð að háði, heldur hefur yndi af lögmáli Drottins, hugleiðir lögmál hans dag og nótt. Hann sem tré, gróður sett hjá rennandi lækjum, ber ávöxin á réttum tíma. Blöð þess visna ekki, allt hann gjörir lánast honum. Amen. Amen. Allt hann gjörir lánast honum. Frábært orð. Mig langar að við biðjum núna saman, og það sem liggur hvílir sérstaklega á hjarta mínu eru trúsystkini okkar í löndum þar sem að ofsóknir ríkja. Það eru tvær ungar stúlkur í Pakistan, þeim var rænt, og þær voru látnar giftast miklu eldri mönnum, neyddar til að játa múslimatrú, og yfirvöld aðhafast lítið í málunum. Yfirvöld meiri segja dæmdu aðra stúlkuna til þess að giftast ræningja sínum, sem að okkur finnst
hróplegt óréttlæti. Nú í Kína, ég fékk hérna blað sem heitir Persecution eða ofsóknir. Það eru hvergi meiri mannréttindabrot í heiminum heldur en í Kína. Já. Ég sagði í Kína. Fólk talar að sniðganga Ísrael, en ég segi ef þú vilt sniðganga einhvert vegna mannréttindabrota, leyfðu því að vera Kína. Já. Þar eru bræður okkar og systur í fangelsum og í þessu blaði sagt að þeir hafi drepið 50 milljónir af sinni eigin þjóð, þessi óguðlegu yfirvöld sem þar eru núna við völd. Og mér langar að setja hér bara upp mynd og ég veit ekki hvort að tæknimaðurinn getur aðeins zoomað inn á þetta eða hér bróðir okkar, trúbróðir okkar sem í fangelsi og hann var dæmdur í 12 ára fangelsi, ekki fyrir að brjóta neitt af sér, heldur bara fyrir það að vera kristinn. Og þetta í Kína. Þetta í Kína. Og menn dæma Bandaríkjaforseta fyrir að spyrna við fótum gegn þessu ofbeldislandi, eins og ég vil kalla það. En þessi maður heitir Pastor Xiang. Hann heitir Pastor Xiang og hann var dæmdur í 12 ára fangelsi. Konan hans segir okkur að geðheilsan hans sé eigi undir högg að sækja núna vegna þess að honum líði illa. Og það verið að hvetja kristna til að skrifa honum bréf í fangelsið til að láta hann vita af því að heimurinn fylgist með. Já. Og sá sem fer fyrir þessum samtökum, hann segir að það ekkert sem að blessar þetta fólk meira hvar sem það heldur en að vita það að við á Vesturlöndum við erum að biðja fyrir þeim. Þannig við skulum sameinast í bæn og muniði eftir að biðja fyrir ofsóttu kirkjum. Muniði. Amen. Muniði eftir að biðja fyrir þeim. Drottinn, takk Jesús. Ég bara þakka þér fyrir frelsið á landinu okkar og við tökum það ekki sem sjálfgefið. Faðir, ég biðji Drottinn fyrir ungu stúlkunum í Pakistan, Hjúma, Ónus, Jónus og henni Ræja í Jesú nafni. Og við biðjum að réttlæti þitt, að Guð réttlætisins megi stíga niður í nafni Jesú sem æðra öllum öðrum nöfnum. Ég biðji fyrir bróðir Xiang í Kína og Drottinn, ég biðji Drottinn að heimurinn vilji sjá hvað að gerast í Kína. Ég biðji að afhjúpa ilsku þeirra, vonsku þeirra, Drottinn minn og Guð minn. Það ekki bara kristnir, það allir Drottinn sem ofsóttir faðir Guð. Drottinn, ég bara biðji fyrir Drottinn þessum trúsystkjunum okkar í Kína og ég biðji faðir Guð að fjarlægja þessi óguðlegu stjórnvöld í nafni Jesú. Í nafni Jesú. Í nafni Jesú. Og Drottinn þakkaði fyrir það að vakningin, Drottinn, hún fer út í Kína. Og við biðjum þig líka Drottinn fyrir systkinum okkar í Íran, Drottinn sem eiga undir högg að sækja einnig faðir. Ég biðji fyrir systkinum mínum, trúsyskinum mínum sem hafa þurft að líða, sem í fangelsum, trúsyskinum mínum Drottinn í Norður Kóreu sem þar þrælkað út faðir Guð í Jesú nafni. Ég biðji fyrir trúsyskinum mínum í Pakistan, Indlandi og Drottinn minn í Írak, faðir í Afríku, Londonum, öllum, Nígeríu, Drottinn í Jesú nafni. Og Guð, við biðjum fyrir trúsyskinum okkar, Drottinn þar sem ofsóknir eru og verum svo þakklátt faðir fyrir að við getum lifað hér í friði. En Drottinn, ég minni það orðið þitt í Sálmi 12 sem segir að ég vil nú rísa upp vegna kúunar hinnar hrjáðu. Drottinn, minnstu orðsins þíns í nafni Jesú. Og faðir, við gefum þínu nafni alla dýrð. Og ég biðji Drottinn að kirkjan á Íslandi og kirkjan á Vesturlöndum megi vakna upp til meðvitundar að við eigum systkini. Og Drottinn sem undir árás. Drottinn Jesús. Við gefum þínu nafni dýrðina og við biðjum þig að blessa samfélag okkar áfram hér í dag. Þakkaði fyrir orðið sem gengur út. Drottinn, þakkaði fyrir bræður mína hér í Jesú nafni. Amen. Heilagur nafni. Amen. Takk Drottinn.
Já, við ætlum að syngja núna söng sem að heitir á ensku God on the Mountain og þetta yndislegu sálmur, rótgróinn og gamall en hann fjallar einmitt það að sama hvort við erum stundum upp á fjallinu eða í dalnum að Guð alltaf með okkur. Amen. Allstaðar, hvar sem að við erum þá hann með okkur. Stundum upplifum við erfiðleika en þá Guð þar. Stundum líka létt og auðvelt að vera til og upp á fjallinu en Guð líka þar. Þannig að njótið með og ef þið kunnið sálminn endilega syngja með. Life is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. You talk of faith when you're up in the mountain, but talk comes so easy when life's at its best. Now it's down in the valley of trials and temptations. That's where your faith is really put to the test. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. And the God of the good times is still God in the bad times. The God of the day is still God in the night. The God of the day is still God in the night. Amen. Amen. Já, svo það þegar við rísum upp á morgnana. Næsta lag. Give me Jesus. In the morning when I rise, in the morning when I rise, in the morning when I rise, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have
give me Jesus. And when I am alone, and when I am alone, and when I am alone, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world, but give me Jesus. And when I come to die, and when I come to die, and when I come to die, give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world, but give me Jesus. Give me Jesus. Give me Jesus. You can have all the world, but give me Jesus. You can have all the world, but give me Jesus. Amen. Takk Jesus. Amen. Fel mig nú. Fel mig nú í faðmi þér, vernda mig með þinnu sterku hönd. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég er. Í þér er hvíl, ó Kristur minn, traust á þig, nú leysir kraftinn þinn. Þegar hafið rís og stormur hvín, hefur þú mig upp og gætir mín. Faðir flóðin hörfa fyrir þér, þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Þú ert minn Guð, hljóður ég er. Halleluja. Drottinn minn og frelsari. Halleluja. Halleluja. Amen, Jesus. Það er ekkert sem jafnast á við það að finna nærveru Jesú á meðal okkar. Það er eitt gammalt kór á ensku sem við ætlum að enda á hérna áður en hann Snorri predikar. Ég finn fyrir Jesú. I feel Jesus. I feel Jesus.
soul does burn within me. I feel Jesus in this place. I feel Jesus. I feel Jesus. I feel Jesus in His place, and my soul does burn within me. I feel Jesus in this place, and my soul does burn within me. I feel Jesus in His place. Hallelujah. And my soul does burn within me. I feel Jesus in His Amen. Gefum þínu nafni dýrðina, Jesús. Gefum þínu nafni alla dýrð. Amen. Amen. Gjörðu svo vel, Snorri. Takk fyrir. Við segjum gjarnan í kristinni vísi Föður, Syni og Heilugum Anda. Amen. Gott að fá að vera meðal ykkar. Við erum alveg á þessum löglegu mörkum að fá að vera saman, bara örfá í salnum. En svo höfum við rofið öll mörk. Við erum komin út fyrir allar heimsálfur með tækninni og símanum og þess vegna erum við með síman hér og myndavélina það að því við ætlum að bjóða allt landið velkomið. Við ætlum að tala Jesúm Krist og tala hann og við ætlum að leyfa öllum þeim sem að stilla inn á okkur einhver tíman á sinni ævi að hlusta á hvað við erum að segja. Ég var að fara yfir í daginn núna, bara verið í nótt, að þá fór ég aðeins að kíkja á YouTube og ég googlaði nafnið mitt og ég googlaði nöfn ýmissa bræðra sem að við þekkjum og ég var svolítið undrandi á því, ég vissi ekki af því að á YouTube er alveg sægur af myndböndum með mér og ég fór að athuga hvað hef ég verið að segja og ég sá þá að það sama sem gerist þar og hér að maður undirbýr ræðu og maður flytur hana einu sinni og síðan er hún bara horfin og grafin eða glemt, getum við sagt. Ég veit ekki alveg hvort að þetta sé allt saman glemt sem getur komið á YouTube en það gladdi mig daginn þegar ég sá að það var að vera að já, hún var ekki búin að setja það á. Er hann ekki á? Já, það gladdi mig daginn þegar ég sá myndband frá Fíladelfíu Reykjavík, gömul samkoma og þar var Fíladelfíu kórinn og fullt af fólki og
og þarna var eina frændi að tala og svo komu kommentin á eftir. Þegar menn heyrðu boðskapin sem fluttu var 1982, þá var hann fullgildur og fullboðlegur öllum í dag. Og það svolítið merkilegt að við erum með svona boðskap hjá okkur í dag. Það sem að einu sinni var predikað, það sígildur boðskapur, alveg að fullu gildur. Og mér langar til þess að taka við núna og fara með þig á samkomu til 2 manna. Og annar Páll postuli og við sjáum samkomu haldið hans í Kórunduborg og þá hann að tala til okkar hvað gerðist þarna í Kórundu. Og við erum svona á árunum 54 eftir Krist. Við getum sagt, þetta svona 20, 5 árum eftir að Jesús var krossfestur. Þá Páll postuli að predika og ég ánægður að vita það að Páll postuli, hann var Benjamíníti. Hann segir frá því sjálfur. Hann af ættkvísl Benjamíníta og það til hópur manna á Íslandi sem heldur því fram að við séum Benjamínítar. Svoleiðis að það bara alls ekkert ómögulegt og alls ekki í neinum illum takti að benda okkur á að Páll postuli og Íslendingar eru af sömu ætt. Við erum bara Benjamínítar. Leifum orðið Drottins að hljóma frá okkur og við förum í 1. Kórundubréf. Og það 1. og 2. kapitúli þar sem að ég ætla að vísa til og mér finnst þetta alveg stórmerkilegt hjá honum Páli hvað hann kaldur og hvað hann sko rökfastur í sinni boðun. Og þá segir hann við okkur og þetta 54 eftir Krist. Ég ætla að fara í 2. kapitúlan fyrst og svo smelli ég yfir í hinn. Vers 2 í kafla 2. Ég ásetti mér að vita ekkert á meðaliðar nema Jesúm Krist. Og hann krossfestan. Af hverju þurftu Kórundumenn að vita Jesúm Krist og hann krossfestan? Þetta var eiginlega orðin 25 ára gamalt boðskapur, en af hverju var Páll postuli með þennan lifandi boðskap svona kröftulega kynntan í Kórundu? Skildu Kórundumenn að gyðingarnir þeir höfðu krossfest Jesú? Skildu Kórundumenn að þeir höfðu tekið Jesúm Krist að lífi þrátt fyrir það að hann gekk kring, gjörði gott og græddi alla þá sem djöflunum voru undirokaðir. Það var slóðin sem fylgdi honum að góðverkum, kærleika, undrum og táknum og hann mátti ekki vera í þessum heimi. Hvað gerist hérna á Íslandi þegar við erum að heyra svipaðan boðskap að það má ekki kenna þennan boðskap í grunnskólum? Þá verið að benda okkur á það að það verið að fara á svig með rétt trúna og við jafnrétti ef önnur trúarbrögð fá ekki alveg sömu áheyrn og við erum að boða með Jesúm Krist. Og hvernig stendur á því að sá sem gekk kring, gjörði gott og græddi alla þá sem á djöflinu voru undir okaðir. Hann má ekki heyrast í grunnskólum Íslands. Og svo stöndum við uppi með átak í dag sem heitir 39.is af því okkur blöskrar sjálfsmorðin hjá ungu fólki. Hvers vegna unga kynslóðin okkar orðið vonlaus? Hjá þeim sem áttu að fá veganesti gegnum grunnskólan að Jesús Kristur vegurinn, sannleikurinn og lífið. Má ég halda aðeins áfram? Má ég aðeins tala herra við þig þessi mál vegna þetta skiptir máli hvað fer inn í hjarta ungmennana. Og hvað segir ekki Davíð sálmurinn? Hvað segir ekki hann sem var 1000 árum áður en Jesús Kristur var uppi? Hann segir einmitt með orðið að hann skal vera ljós á vegi þínum. Með hverju getur ungur maður haldið vegi sínum hreinum? Með því að gefa gaum að orði Drottins. Af hverju þetta ekki í menntakerfi Íslendinga í dag? 54 eftir Krist. Þá Páll postulinn að nefna Jesúm og hann krossfestan við gyðinga, við Grikki, við Rómverja. Alveg sama hvað það var, þá kom hann með þennan frábæra boðskap. Og sjáu hvað hann segir í kaflanum á undan. Þetta bara sýnir ykkur hvaða áherslu hann leggur á þennan sterka boðskap. Því að orð krossins heimska þeim glatast.
En oss sem hólpnir verðum það kraftur Guðs. Hver munurinn á heimskunni eða krafti Guðs? Og við sem erum í svona söfnuðum, litlum hópum sem komum saman í litlum kirkjum út landið, við hikum ekki við að bjóða öllum áheyrendum okkar, hvort sem á netinu eða í salnum, við bjóðum þeim upp á orð Krists, orð Drottins. Má það hljóma hjá þér? Má það fara í huga þinn og hjarta þitt? Má heyrast frá þínu ranni eða þínum líkama, dýrð sé Guði Föður síni og heilugum anda. Og við stöndum líka frammi fyrir því, kæru vinir, að kirkjur ýmsar á Íslandi, þær eru varla sóttar. Og núna þegar COVID ástand og það mega bara 10 koma saman, þá þær ennþá bara með sama hóp og var fyrir COVID. Af hverju eru Íslendingar ekki hungraðir og þyrstir í orð Drottins? Hvað hefur gerst? Hver lokar augum okkar og eyrum? Fylgjum Páli postula aðeins eftir. Hann nefnir hérna kross Jesum Krist. Hann nefnir hann sem aðal ræður efni sitt og aðal efni boðskaparins. Kross Jesu Krist. Vitið þið hvað Jesús Kristur gerði? Vitið þið hvert var aðal efnið hans? Komdu með mér í Jóhannesar Guðspjall 3. kapitula og þá sjáum við alveg stórmerkilegt atriði og það þegar Jesús Kristur fer að benda á krossin sinn. Hann nefndi líka krossin sem aðalatriðið. Miðjanótt hann vakinn. Nikodemus kemur til hans og hann veit endilega fá að heyra hvað Jesús hefur að segja. Næsta vers fyrir framan litlu biblíuna. Þið vitið, litlu biblían, Jóhannes 3:16. Því svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Og haldið þið að það hafi verið bara leikur einn fyrir Jesum að fara á krossin? Haldið þetta hafi bara verið sjónarspil? Nei, ekki aldeilis. Hann vissi að frammi fyrir mannkyninu blasti glötunin og hann kom til þess að bjarga þér frá eilífum dauða og tali svo menn það að helviti sé ekki til. Tali svo menn það að þetta ógnvekjandi boðskapur og ég get alveg sagt, hann það. Það ógnvekjandi að vita það að fyrir bragðið af því að við höfum syndina og við erum að syndga gegn Guði, að þá vitum við að það lögmál í gangi sem segir að lögmál dómur syndarinnar dauði. Og hvað erum við að tala um? Jesús vissi þetta og hann kom inn í þennan heim til þess að bjarga okkur einmitt frá þessum eilífa dauða. Sjáu þið 15. versið. Jóhannes 3:15. Þetta alveg stórmerkilegt vers sem Jesús bendir á. Og eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni, þannig á mannssonurinn að verða upphafinn, svo að hver sem trúir hafi eilíft líf í honum. Og Jesús Kristur bendir honum Nikodemusi á einmitt krossin. Hann með samskonar efni í ræðunni og Páll postuli var með til Kóruntumanna. Og ástæða fyrir okkur að sleppa þá þessum með kross Jesum Krist. Við erum að boða þann sama kross meðal okkar í dag. Því að Jesús Kristur og hann krossfestur okkar æðsta takmark. Ef að Páll bendir á krossin og Jesús Kristur bendir á krossin, eigum við þá að sleppa honum. Og eigum við að sjá hvaðan þetta kemur með krossin sem við erum að tala um. Því að krossin hann bendir líka á eins og Móse hóf upp höggorminn í eyðimörkinni. Og þá förum við í 4. Mósebók, ekki þar. Og við skulum fara í 21. kapitula þeirrar merkilegu bókar. Og hvað Móse þá að tala til okkar? Það virkilega svoleiðis að Biblían, hvort sem það Nýja testamentið eða Gamla testamentið, að þá þetta allt saman erindi til okkar. Og við skiljum söguna þegar við förum í 4. Mósebókina, 21. kapitula, og þá sjáum við að Guð að tala við Móse. Og þeir eru komnir í heilmikil vandræði, vegna þess að þeir eru komnir til Jórdaníu. Þeir eru þeim megin sem við segjum að í Arabíu og þeir eru að ganga eyðimörkugönguna sína. Og það komin ormaplága.
Þeir mögluðu og kvörtuðu og það kom einhver ávöxtur af þessum mögli og kvarti meðal Ísraelsmanna. Það voru eitraðir snákar sem skriðu og bitu þá. Og svo segir sagan, ég ætla að fara með ykkur í 21. kapitula og við skulum fara í 5. versið. Og lýðurinn talaði í gegn Guði og í gegn Móse. Hví lyttu þið oss brott af Egyptalandi til þess að við dæjum í eyðimörkinni? Hér hvorki brauð né vatn og við erum orðnir leiðir á þessu léttmeti. Þá sendi drottinn eitraða höggorma meðal liðsins og þeir bitu fólkið svo margt manna dó af Ísrael. Þá gekk lýðurinn til Móse og sagði: Við höfum syndgað því að við höfum talað í gegn drottni og í gegn þér. Búið þú til drottinn að hann bið þú til drottins að hann taki höggormana frá oss. Móse bað þá fyrir lýðnum og drottinn sagði við Móse: Gjör þér eitur orm, set hann á stöng og það skal verða að hver sem bitin og lítur á hann skal lífi halda. Og Móse gjörði höggorm af eyri, setti á stöng og það varð að ef höggormurinn hafði bitið einhvern og hann leit til eyrormsins þá hélt hann lífi. Og það skrítið að þeir skuli hafa búið til eyrorm. Á hverju bjuggur ekki til mynd af dýrling? Á hverju bjuggur ekki til mynd af manni sem var með vangi eða geislabaug? Á hverju bjuggur til eyrorm? Eyrormurinn hann var tákn eins og Satan Við vitum að það var ormurinn sem kom til Evu í paradís. Það var ormurinn sem fékk hana til að syndga. Á hverju var Jesús Kristur gerður eins og að eyrormi og settur á stöng eða kross? Hvaða boðskap hér að ræða? Þá sjáum við að Jesús að vísa til þessa boðskapar í Jóhannes 3:14 og 15. Þá erum við að sjá að Páll postuli að vísa til þessara sögu þegar hann talar Jesum Krist og hann krossfestan. Vissu við þessa dýpt í sögunni? Vissu við og vitum við að það fyrsta sem við þekkjum kross Jesum Krist, það í syndafallinu þegar ormurinn kemur til Evu og Guð dæmir orminn vegna þess að Eva beit af ávextinum. Og þá það Guð sem segir: Hann skal merja höfuð þitt og þú skalt merja hæl þess. Það var það sem gerðist á krossinum. Þegar Jesús var negldur og naglarnir fóru í gegnum hæla hans og mörðu þá, það var eina marið sem við getum séð að hafi verið á líkama Krists. Þó að voru nóg af sárum á líkamanum, það var ekkert bein brotið, en Jesús Kristur hann gekk þessa leið. Og hann tók á sig þennan kross og þessa þungu reynslu til þess að bjarga þér og mér. Ísraelsmenn, þeir lenda í þessum ógöngum. Þeir fara að mögla og kvarta gegn Guði almáttugum. Hvað ekki það sem við heyrum gjarnan á Íslandi? Ef einhver ógöngur verða, slys eða leiðinda fréttir, þá segja menn gjarnan: Hvar Guð? Hvar hann núna? Það eins og allt hið illa sé að kenna Guði. En allt hið góða það sé bara það sem við höfum gert. En vitið þið, við á Íslandi, við eigum alveg sama andstæðing og gyðingarnir áttu. Við eigum alveg sama andstæðing og kom í paradís og skreiðum sem höggormur og var með tælandi tungu og freistandi boðskap. Og við erum jafn veik fyrir hún Eva. Ef við heyrum eitthvað sem kitlar eyrun, þá viljum við gjarna segja: Já, það best að við prófum þetta, förum þá leið. En vitið þið, Jesús Kristur hann sá að laun syndarinnar sem kom yfir Ísraelsmenn, möglandi og kvartandi í eyðimörkinni, var dauði. Og hann vissi það líka hvaðan dauðinn kom til Ísraelsmanna. Það var frá eitri höggormsins sem að þeir gátu spýtt inn í fólkið. Alveg sama getur við sagt verið í dag. Að eitri sem að hrjá Íslendinga ekki COVID. Eitri sem að hrjá okkar samfélag, það komið af allt öðru meiði, heldur frá ykkur í kínverskri veiru. Við vitum alveg hvað hægt að gera við hana, en við eins og ráðum ekki við þegar syndin fær frjálsan aðgang að ungmennum okkar, börnunum okkar. Það alveg sama hvað þú nefnir, hvort að jafnvel heilbrigðiskerfi, þá fær syndin frjálsan aðgang þar því það eru kvenréttindi að fá að eyða litlum fóstrum.
í stað þess að láta þau lífi halda. Og það er það sem að Guð gerði. Hann kom með lausnina inn í þennan heim til þess að við mættum lífi halda. Kross Jesú Krists er dæmið það þegar Guð sendi sinn son sem syndar fórn fyrir þig og mig. Hann var gerður að synd okkar vegna. Hann var látin á krossi alveg eins og höggormurinn og hann var látin vera í bölvun vegna þess að við höfum til unnið ákveðið straff, ákveðin dóm, ákveðina refsingu. Við þurftum ekki að taka hann á okkur. Kristur gerði það. Megum við þakka honum fyrir. Og sjáum við hvað þetta er stórmerkilegt. Það er Móses sem bendir á Jesú. Jesús bendir á krossin. Páll postuli bendir á Jesúm og krossin. Og á hvað eru við að benda í dag? Við erum að benda nákvæmlega á það sama. Má ég færa mig eitt sessi viðbót? Eigum við að fara til spámannsins? Eigum við að tala það sem að Jesaja sá og hvernig honum opinberaðist? Það sem að við erum að tala Jesúm Krist og hann krossfestan. Hvað segir í Jesaja 52 og Jesaja 53? Hvernig gat Jesaja vita þetta einum 600 árum áður en atburðirnir gerðust? Hvað býr í sögunni að við vitum að Guð þekkir leiðarlokin? Að við vitum hvað mun mæta okkur á okkar leið? Því að það er alveg greinilegt og sagt í ritningunni að Guð, hann er þannig að augu hans hvarfa alla jörðina, leitandi að þeim sem eru heilsugar við hann. Og ef að þú ert heilsugar við Guð almáttugan og þú ert að reyna að leita hans, þá er Guð búinn að útvega þér leið. Hann er búinn að opna þér dyr. Hann er búinn að opna þér leið og veg til sín og það er gegnum Jesúm Krist. Og sjáu þið hvað hann er að segja, hann Jesaja. Við skulum fara bara aðeins í örfá vers sem að snerta okkar kringustæður. Ég ætla að fara með ykkur í 52. kapitúla Jesaja og 13. vers. Sjá þjónn minn mun giftusamur verða. Hann mun verða mikill og veglegur og mjög hátt upp hafinn. Eins og margir urðu agndofa af skelfingu yfir honum, svo afskræmt var ásýnd hans framar en nokkurs manns og mynd hans framar en nokkurs af mannanna sonum. Sjáum þið höggormsmyndina sem að hér er dregin upp. Sjáu hvernig Jesaja strikar undir það sem að Móse gerði. Hann bjó til höggorm úr eyri og sett hann á stöng. Hver vill dýrka höggorm? Hver vill dýrka snák? Hver vill líta þangað og fá lausnina frá eitrinu sem að kom frá hinu lifandi snákum? Og hér er Jesús Kristur afskræmdur, ásýnd hans framar en nokkurs manns, mynd hans framar en nokkurs af mannanna sonum. Og sjáu þið aðeins neðar á blaðsíðunni í kafla 53. Ég ætla að fara bara í 5. versi þar, svo getið þið sjálf lesið þennan kafla því sem eru heima. En hann var særður vegna vorra synda og kraminn vegna vorra misgjörða. Hegningin sem vér höfðu til unnið kom niður á honum og fyrir hans spenjar urðum vér heilbrigðir. Er ekki ástæða fyrir okkur að gera svo Páll postuli að predika Jesúm Krist og hann krossfestan? Sjáu þið hvað fylgir því þegar við förum að skoða með krossfestingu Jesú Krist hvað við græddum. Hegningi sem vér höfðu til unnið kom niður á honum, þess vegna get ég sloppið. Og getum við ekki sagt líka, hann var kraminn vegna vorra synda, hann var særður vegna vorra misgjörða. Og er ekki dásanlegt að syndir okkar og misgjörðir okkar þurfi ekki að lenda á þér og mér. Það þurfi ekki að vera fylgifiskur okkar næstu 70 ár. Það þurfi ekki að vera eyðileggingamáttur í okkar samfélagi svo unga fólkið okkar gefist upp. Og það verði eftir ár meira að segja 39 plus eitthvað ís. Vegna þess að það eru of margir sem gáfust upp af því þeir vissi ekki kross Jesú. Þeir vissi ekki lausnina. Þeir vissi ekki friðinn. Þeir vissi ekki lækninguna sem Jesús Kristur gefur okkur. Við erum að tala þennan frábæra lausnara. Og þessi frábæri lausnari, hann vill vera með þér alla daga, allt til enda veraldar. Hefur efni á að sleppa honum?
Hefur efni á að segja nei, ég ætla að gefa honum frí þangað til að ég bara að verða gamalmenni og langt fram kominn. Ég búinn að fylgja Jesú Kristi sjálfur frá því ég var 9 ára gamall. Þá var ég á unglingasamkomu heim í Vestmannaeyjum og predikarinn, hann lagði til að við myndum beygja kné okkar og gefast honum. Ég svo sem vissi ekki alveg hvað ég var að gera. En ég trúði honum. Ég beygði kné mín og ég bað Drottinn Jesú að fyrirgefa mér syndi mínar. Þær voru svo sem ekkert endilega stórar og miklar. Ég var ekki einhver sá sem að lögregla var að elta og eltast við, en ég vissi að ég þurfti að eiga frið við Guð. Og þegar ég bað þessar bænar, lítill snáði, þá fór ég heim svo léttur í spori að mér fannst ég aldrei snerta jörðina. Hvaða breyting var þetta hjá mér? Þegar ég var 11 ára gamall, þá vildi ég endilega gefast Jesú Kristi heilshugar og þá lét ég niðurdýfast. Ég fór þá leið. Ég þurfti ekki að fara í fermingafræðslu, ég fór í niðurdýfingu vegna þess að orðið segir mér að láta niðurdýfast. Og ég að segja það við hvítasunnu-söfnuðina á Íslandi í dag. Við þurfum ekki að taka börnin í fermingafræðslu. Við þurfum að kenna þeim orð Drottins og þau þurfa að niðurdýfast, ganga Kristi á hönd. Er þetta of erfitt? Ég lét niðurdýfast 11 ára gamall og svo sagt í Biblíunni að niðurdýfingin hún frelsi líka. Ég vissi ekki alveg hvernig það var þá. En frá því að ég lét niðurdýfast, ég var unglingur, ég var táningur, ég gekk í gegnum alls konar tímabil í minni ævi, stundum langaði mig ekkert á samkomu, stundum þurfti að pína mig á samkomu, en ég var alltaf með þessa löngun að þjóna Jesú Kristi. Svo gerist það að mér var boðið að reykja og mér var boðið vín og mér var boðið hitt og þetta, en það var alltaf eitthvað rödd innra með mér sem sagði, nei, heyrðu, þú ert niðurdýfður. Þetta gera menn ekki þegar niðurdýfðir. Og það frelsaði mig frá því að leggjast undir einhverja freistingu. Þetta var mér mjög mikið laust. Pappa og mamma vissi ekki að þessu. Ég var sá eini og Guð, við vissum af þessu. Og hvað kemur yfir unglinginn þegar hann heilshugar leitast þess að gera vilja Guðs? Hvað kemur yfir þig þegar þú heilshugar vilt fylgja Jesú Kristi? Og þú heyrir kross hans. Þú heyrir þann sem var krossfestur þín vegna til þess að þú mætti lifa. Hann búinn að taka bölvunina á sig. Þú þarft ekki að axla hana. Þú mátt segja við hann, Jesús, hér ég. Frelsaðu mig, leystu mig. Ég ætla að enda mína ræðu á þessu, að benda þér á þessi frábæru orð sem að Biblían hefur að geyma fyrir þig og fyrir mig. Við skulum biðja saman og biðja þess að kross Jesú Krists, hann verði lifandi og opinberun í þínu lífi og velkomin að ganga veg krossins í Jesú nafni. Drottinn minn, þú ert Kristur, sonurins lifanda Guðs. Þakka þér fyrir að héðan megum við predika þig. Þakka þér fyrir að þitt orð má hljóma frá okkar vörum og við munum trúa þeim, Drottinn minn. Það má verða blessun í okkar lífi og það sama hvað mætir okkur, elskaði Herra. Það víðar enn í Kína sem kristnumönnum úthýst og þeir fá ekki einu sinni að sækja vinnu eða eiga hlutskipti meðal bræður og systkina. Við vitum, Drottinn minn, að líka á Íslandi svona kringumstæður. Og ég bið þess Jesús að þinn heilagi andi megi koma yfir okkar þjóð. Byrjaðu á þínu húsi. Byrjaðu á þínu söfnuði, Drottinn minn. Gefðu líf og gefðu nægtir. Gefðu það, Drottinn minn, að söfnuðin snúi við. Og þeir hætti að daðra við heiminn og þeir fari að ganga til funda við þig. Þeir spyrju þitt ráð. Þeir spyrju þitt blóð, spyrju krossin þinn, Jesús minn. Og það verður okkar æðsta takmark, Drottinn minn, að svörin sem þjóðin að leita að, þau megi óma frá okkar munni. Þau megi heyrast frá okkur, Jesús Kristur, að því við bendum á að þú ert frelsari mannana. Og nú þegar nálgast jólin, Drottinn minn, leyfðu áheyrendum okkar að stingast í hjörtun, gera upp málin við þig og segja, Jesús, þú sem ert frelsari mannana, frelsaðu mig. Leyfðu mér að ganga þinn veg. Varðveittu mig og heimili mitt
og afkomendur mína, svo blessun þín megi fara kynslóð eftir kynslóð til afkomendana í Jesú nafni. Amen. Og vitið þið að blóð drottins Jesú, það frelsar okkur frá allri synd. Megi drottin Jesús Kristur blessi ykkur ríkulega. Nú ætlum ég að færa samkomin aftur í hendurna að skidda og þið fáið fleira gott frá okkur. Langar aðeins meðan þú ert hérna uppi Snorri. Þú varst að tala skírn og fyrir marga það svona, geti verið jafnvel kross að taka skírn. Og það var kona í Vestmannaeyjum sem sagt rétt eftir stríðsárin. Ég held að það hafi verið svolítið kross fyrir hana að taka skírn. En það gerðist eitthvað þarna þegar hún tók skírn. Viltu segja okkur aðeins frá þessari konu? Hún heit Guðríður Þorvaldsdóttir og hún á nokkra afkomendur og við þekkjum mjög vel til hennar eða kringumstæðurnar hennar. Hún bjó til ljóðabók. Hún var lömuð árum saman upp á sjúkrahúsi. Hún var búin að liggja svo lengi lömuð og hreyfingarlaus að ég veit ekki hvað orsakaði lömunina, en hún átti ekki nema bara einn náttkjól fata og lá í þessu náttkjóli í rúmi upp á spítala. Svo hafði hún samband við Einar og spurði hvort hún mætti taka skírn í Betel. Og pabbi og Einar, sterkir, hraustir kallar, þeir fóru þarna upp á spítala og bjuggu til svona gullstól og tókust hönd í hönd og báru konuna niður stigann og það var farið með hana út í bíl og hún var færð niður í Betel. Þar var skírnarlögin klár og hún var færð ofan í og þegar hún var búin að gera sína játningu, af því við látum fólk alltaf gera ákveðna játningu, þú þetta niðurdýfast í þeirri trú að Jesús Kristur er sonur Guðs, frelsaran okkar. Þá henni dýft niður og það koma gleði straumar yfir hana og hún kemur upp úr skírnarlauginni, stendur í fæturna og lyftir höndum og fyrir að lofa Guð. Svo henni hjálpað upp úr lauginni og hún fær náttúrulega farin í klefa og þurrkað sér og þá eru konurnar búin að undirbúa þetta, búin að retta henni kjól og alls konar undirfötu sem hún þurfti á að halda og hún var komin með kjól og föt og skó og sokka og kápu. Svo kemur hún út, hún fór að ganga og hún gengur upp frá þessu, upp frá hann tók niðurdýfinguna og hún var gangandi manneskja án þessum nokkuð tíman að hafa fundið fyrir ykkur í lömun. Þannig að þetta var talið og sagt vera eitt mesta tákn sem að til í sambandi við sögu okkar Eyjamanna. Og ég hef gaman að líka, ef þið komið ykkur tíman í kirkjugarðinn heim í Vestmannaeyjum, fariði og skoðiði, gefið ykkur tíman til þess að fara og skoða leggsteina. Allir trúaðir á eyjunni, þeir láta eitthvað ritningarorð vera á leggsteinunum. Og amma mín, Guðný á Arnarhóli, sem var föður amma mín og faðir og móðir Einars og pappa, þá var hún einu sinni svo slæm í öxlum að hún gat eiginlega ekki gert meira svona en svona með hendina þegar hún var að vitna. Og gjarnan vildi hún lyfta höndum og lofa drottinu og þá var þetta gjarnan bara svona. Svo einhvern tímann þá var svona lifandi vitnisburðir í samkomunni og þá stóð fólk bara upp út í sal. Það var ekkert að koma upp á pall. Og amma mín stendur upp, mælsk og snjöll kona og hún grípur hörpustrengi og fer að lesa og vísa til þeirra. Svo kemur hún að versinu eða línunni, ljóðalínunni, drottins blóð upp dyrum himins líkur. Dýr sé Guði, nú opin leið. Og þegar hún hélt á bókinni, þá sá hún dýr sé Guði, nú opin leið. Þá lyfti hún höndin upp. Hún var aldrei vör við lömun í höndinni eftir það. Þeir héldu það að þessi lömun hefði stafað af því að hún var alltaf með einhæfar hreyfingar við að mjólka kýrnar, en sama hver ástæðan var, hún losnaði þarna. Þetta þótti svo mikið tákn að þegar hún dó og þeir settu leggsteinin á leiði hennar, þá var þetta undirskriftin: drottins blóð upp dyrum himins líkur, dýr sé Guði, nú opin leið. Systkini, verum lifandi, vitnum drottin okkar, lífs sem liðin í Jesú nafni. Amen. Amen. Og það var einmitt það að fyrir suma orð krossins heimska. Ég man, þegar ég heyrði þessa sögu að það voru
ættingjar þessara konu að þeim fannst heimska að vera að fara með lamaða konu niður í skírnarlaug. Af því að fyrir svo marga, þá þetta bara eitthvað, þetta bara svona kristileg, eitthvað kristilegt, einhver svona athöfn, eitthvað bara ritual, en fyrir þessa konu að þá var orð krossins lækning og líf. Já. Og þegar við tökum við þessu orði krossins, að þá það var laust fyrir mig, og það líka laust fyrir þig ef þú vilt við því taka, kæri vin. Amen. Mér langar að við endum þessa stund á að syngja einn söng, ekki í viðbót, heldur bara einn af þessum söngum sem við sungum áðan, og að taka hérna God on the Mountain. Já. Amen. Is easy when you're up on the mountain and you got peace of mind like you've never known. But things change when you're down in the valley. Don't lose faith, for you're never alone. For the God on the mountain is still God in the valley. When things go wrong, He'll make them right. Bad times, the God of the day is still God in the night.